Já, komið þið sæl. Ef við byrjum að líta á yfirlitsskortið þá er nú lagðabrautin hérna langt fyrir sunnan okkur og við höfum hérna talsvert mikla lagð hérna yfir Bretlandseyjum sem að senda úrkomu og yfir Evrópu og síðan höfum við hérna leifara fellibylinn Danielle sem að er svona að dóla þarna á Atlantshafinu. En hjá okkur er svona smálað sem er að koma til okkar núna og mun valda rigningu sunnan og vestanvert landið núna helgina. En síðan svona þegar það kemur fram á mánudaginn þá tekur aftur við svona hæglætisveður hjá okkur. En ef við skoðum hvað er að gerast í hitasviðinu þá erum við í hlýjum loftlumassa og við verðum það áfram. Það reyndar ansi stutt í kalda lofti hérna fyrir norðan okkur og svo þegar það fer svona aðeins að snúast í norðanátt á sunnudaginn þá lækka nú hitatölurnar eitthvað fyrir norðan en við getum verið alveg þokkalega sátt við hitastigið hjá okkur. En við skulum skoða hvað er að gerast núna næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna að Vesturlandinu er úrkomusvæði sem er að koma inn á landið og þá bætir líka í suðaustanáttina en það verður strekkingsvindur svona sunnan og Vesturlands og við sjáum að úrkomusvæðið er komið inn á landið í nótt og þannig að það byrjar að rigna þá og verður rigning svona sunnanvert landið á morgun meðan aftur á móti fyrir norðan að þar verður hægur vindur og fínasta veður og svona þegar kemur fram á morgundaginn að þá fer að létta til á Vestfjörðum. Og svona lítur þá Íslandskortið út seinnipartinn. Við sjáum að það úrkomusvæði liggur hérna í raun og veru allt sunnanvert landið, aftur á móti hægur vindur og þurrt fyrir norðan og þar verður líka hlýjast og hitatölurnar gætu svona alveg nálgast 20 stigin meðan það svona heldur svalara hérna sunnanlands. Og síðan ef við skoðum þetta áfram hvað er að gerast þá munu þessi skil, þau munu liggja við suðurströndina áfram inn á laugardaginn og það er svona spurning hvernig Suðurlandið mun lenda í þessari rigningu. Ef að þessi norðanátt nær að koma eitthvað aðeins inn þá mun hún halda úrkomunni frá en það mun rigna hérna á Suðurland á morgun meðan að það ætti að verða þurrt fyrir norðan og svona lítur þá Íslandskortið út á laugardeginum. Það svona farið að byrja að snúast til norðlægari áttar og hitatölurnar eru byrjaðar að lækka fyrir norðan en það ætti nú að verða þurrt og bjart meðan að það þungbúið sunnanlands og einhver úrkoma og þá helst hérna suðaustan til og hitatölurnar eru svona, eins og við sjáum, svona í kringum 10 stigin, kannski heldur hærri hérna sunnanlands. Og á sunnudeginum þá verður byrjað að snúast enn frekar til norðlægari áttar, þá verður farið að létta talsvert til landið vestanvert, þannig að getur gert ráð fyrir því að verður nú bara nokkuð bjart bæði fyrir norðan og vestan. Það helst hérna á Suðausturlandi sem að þessi skili muni ennþá hafa áhrif og þar gæti rignt svolítið hressilega. En síðan á mánudeginum þá verður þessi úrkomu skil loksins farin frá landinu og við tekur svona hæg vestlæg átt og það verður þá að mestu þurrt á landinu gæti svona orðið samt nokkuð skýjað, kannski helst að verði bjart hérna suðaustanlands og hitatölurnar eru svona og yfir 10 stigunum en þó gæti orðið heldur hlýrra hérna á Suðurlandi. En ef við skoðum þá hvernig þetta lítur út á morgun þá verður rigning sunnanvert landið, það verður strekkingsvindur hérna suðaustanlands en fyrir norðan ætti að verða þurrt og bjart og þar verður líka hæsti hitinn. En skulum láta þetta duga, verið í bili, verið sæl.